En síðan náttúrulega fyrir nokkrum árum síðan 10, 15, 20 árum þá voru allir á hlaupahjólum Já og þegar við vorum ungir þá voru allir á línuskautum Já, ég var ennþá línuskauta Nei, þegar Davíð var lítill þá var hann sko, veist, það var allir á hjólaskautum Nei, hann var ennþá að finna upp hjólið Já Wow You are old Nei, ég passaði mig ekki að hafa rætt þegar við vorum að tala litlu tippin á okkur Já Shit God damn it ég þarf að klippa þetta út Nei, hvernig hafið það? Bara geggjað Rosa fínir Velkomnir Takk fyrir Það er langt síðan ég sé ykkur Já, allt og langt Já, það ekki Ég þurfti að fara út til útlanda Þurftir Já, hann þurfti Já, ég þurfti Svo erfitt að vera garbæðingur og ekki fara til útlega Akkurat Já, ég var að stekja vin Já Dublin Dublin baby Lengsta fyllir sem ég farið á Já, það er Já Var þetta? Já, ég Nei, byrjaði klukkan 3 nóttina Já endaði á miðnætti Já Já Þetta voru 21 tími Er þetta jælurinn að toppa æskuárinni þín? Nei Nei, er það nokkuð? Það er það sem ég er að segja sko. Ég var ekki búin að hugsa út í það Nei, sagður okkur ekki sögu 50 hours Sagður okkur ekki FM söguna hérna í síðasta þetta eða eitthvað Jú, herði dæmis. Já Nei, sagði ég það? Já Ég man ekki hvort þú sagðir í útvarpinu eða ekki Nei, útvarpinu, podcastinu Jó Já, var það ekki? Jó Nei, ég sagði það ekki í útvarpinu Nei, ég veist í podcastinu Jú, það er bara ekki á þessum tímapunkti í lífinu er ekki búið að gefa þann þátt út að þá Nei, ég myndi aldrei segja þetta Er það ekki? Nei Þú sagður Á okkur ég að segja hana? Nei, alls ekki Fólk alveg, what's going on? Klipp Shit, ég ætla að vona allan að ég hafi ekki sagt þetta í, veist Ég hef örgulega sagt þetta þegar það var slegt sko. Já Þú klippir þættina, þú bara Já, þú klippir ræður þetta til, kallið minn Oh my god, nú sitna ég Anyway, Dublin Dublin Herru, Dublin er bara, veist, geggjum bara, veist Ég sá mjög lítið af borginni Já Ég sá bara einhverju pöpa Já, í botninu fullt af glösum Og þú fannst engar fattabúðir? Engan fattibúður Nú, Já varst að leita það? Nei, ég veist Einu sem ég sá var bara pub, whisky Guinness, pub Já Þú veist, ég var bara, wow Já En að fara pubur alltaf það er bara geggjað sko. Já Ég bara Ég fyrst að það eru fullt af pubum, þá eru örugglega æðislegt að vera pubur alltaf Já Ég var mjög mikið hérna í hérna Prosecco'nu meðan strákarnir voru í björnum Sjálfsög og hérna En fegstu þér Guinness? Já Ég fór í Guinness-verksmiðjuna Já Hafið þið farið? Nei Þegar ég var svona 14 ára Þegar þú varst 14 ára þá varst að drekka Guinness Hvað varstu að gera í Guinness-verksmiðjunni? Ég fór með mömmu og pappa bara til Dublin og þetta var partur af ferðinni Já Varst þú alveg? Já, strax Mother's milk Já, þú varst alveg bara I'm home Já, akkurat I'm in heaven Og lappum I'm in heaven Ég ætla að fá með brauð í vökvaformi Nákvæmlega Alltaf alveg bara ég ætla aðeins að hérna fara að pissa Hlaupa næstu hæð Dæla sér einn Guinness Dífa mér í tankana bara Já, synda Þetta er Guinnessin reyndan var ógæðislega góður Fengum að dæla sjálfur sko. Og hann var svona bara beint úr kunni Geggjaður sko. Mér fannst það geðveik sko. En ég er ekki mikill Guinness maður sko. Nei. En hann Þetta er ekki allra Nei, en líka gaurarnir voru líka bara, veist, ok, taktu stóra sopa og veist, býtt í 3 sekúndur og svo kingja That's what she said Leið að segja þetta Já ég veit You sound like my wife Segir konun þetta við þig? Wait
Byrjum aftur Hversu skemmt samt fólk að við getum ekki sagt Oh my god Já, en samt pælið í því, sorry en bara þetta ofbóðslega eðlilega orð, kyngja er bara ónýtt Það svo ónýtt Þú veist, við segjum þetta við börnin okkar og allt saman, bara kyngdu matnum og eitthvað, en samt, alltaf að þessa hugsun Jesus Christ Kyngdu matnum Já, akkurat Mamma, okkur er þetta hlæja Já, akkurat Nákvæmlega Mamman eitthvað, já, kyngdu og þetta var duglega að kyngja Alveg eitthvað Talaði við sjálf þig Akkurat Hlustað á einræðleggingar Oh my god Shit, ég ætla að vona að konum hlust ekki á þannig Nei, nákvæmlega Fuck it Já, fuck it Dublin Já, sorry, ég ætla ekki að tröfla Já, þeir voru að kenna þér að Kyngja Þeir voru að kenna þér að kyngja Já Það var mjög gott Já Skólaðar í því Þessi fróðan og svo leiðis Æ, sorry Frothy að Jacqueline Dublin You can swallow shit Já Jesus Christ Ég ætlum peysunni Það var peysunni, já Anyway, Dublin Og þetta var, veistu hvað að við tókum, komum við okkar á óvart klukkan 3 nóttina með Guinness, vöktum hann Það var svo Þið voru sem sé að stekja Já, við vorum að stekja og Og sjárat á þennan vin, hann hlustur á þáttinn, eða ekki? Jú Já, bara shout out Og þetta var svo hann var svo hissa Já. bara klukkan 3, bara vaknaði Guinness bara, hann var bara hvað er að gerast og við jömmum reyndar í 2 daga fórum á hundaveiða hundarhlaupa Já, komdu með það Hundaveðhlaup. já, hundaveðhlaup leifunum shit Hundaveiðar, já, fóru að hundaveiðar Veiða hunda. andlitið annað einhverjum svona seg niður vantaði þarna í smá stund wow. Hundaveðhlaup Já, hundaveðhlaup Já. Já, ég segi alltaf hundaveiða Já. ég geti þetta ekki djúvillig, það er gaman maður Já, það það er geggja setja undir og eitthvað svona og ég var bara, ég ætla mér að vinna sett undir 2 evrur á alla ég leið beat the system ég fekk ekki allan peningin tilbaka ég leið líka sko ég sendi á Þórunum ég sendi bara, ég tapaði á miklu, ég sendi á mig 1.000.000 hún bara, sendi svona mím bara, oh no og sem tók ég sko FaceTime á Þórunni og ég var bara, Þórun veist bara, ég er búin að tapa öllu og hún bara já, það er bara too bad for you sem voru strákandi, sögðu mig bara, hann veðjaði veist, á alla en tapaði samt og svipurinn á konunum minni hún kom svona og hallaði hausnum aftur og bara og strákandi strákandi hlóðu svo mikið þeir voru bara, vá, konaðin hefur 0 trúaði 0 það var bara, ég líka bara sorry ég tapaði ekki öllu bara smá pantaði flösku og búblus og eitthvað svona Öðruglega ódresta flaskan sem þú pantaði hérna hún var ekkert sjálfadýr Nei, ok og það bara aðeins létti á veskinu það var svo þungt Já, þú veist að lappa svo mikið að bera þetta veskinu Já, bara henda peningum með þessu hundamann Við þurfum að prófa þetta Þetta er 2 tíma flug Tökum við það bara strákaferð Já. Drink all day Shit, ég til það Skotland, förum til Skotlands Ég er eftir að fara til, fyrir til Skotlands Edinburgh Edinburgh Ég var panta tíma Aberdeen Núna? Já, það er ekki bara, ég er í fríi Aberdeen. Það er vont veður úti og Ógeðslega leiðilegt veður úti Alltaf vont veður í Skotlandi líka og Englandi og Já, það skiptir engum máli, þá erum við öðru landi Já, reyndar nákvæmlega Og þá erum við bara að hugsa okkur sjálfa og ekki að, þú veit, hvenær get ég loksins málað pallinn minn Já, einmitt Nákvæmlega Það er síðan Þröstur er komin hann er nýbúin með COVID COVID í gangi Já, einmitt, veistu það þetta er alveg fáránlegt ég var fínn á laugardaginn síðasta og síðan 4 fann ég var byrja eitthvað að slappast upp
var í heimsókn hjá mákonu minni og fjölskyldan hennar og þau eru að fara að byggja sér palla eitthvað, ég var svona eitthvað aðeins að dúllast hann í kringu þau eitthvað og svo förum við bara heim og bara, þú veist, 9 kvöldið þá var ég komið bara 39 stegi að hita. Já, við vorum að spila ég ekki alveg, þú ert alveg 100% með COVID þú leið, nei, ekki sjens sér kom mynd COVID-test daginn eftir sko ég vissi ekki að COVID var í gangi veistu það, og síðan út af því ég vinn nú að við að selja svolítið af hlutum og tala við mikið af fólki í síma og eitthvað það eru bara rosalega margir fólk heyrir í mig bara, Jesus, þú hljómar veikur já, ég er með COVID lúser dætu mín eru búin að liggja þar alla helgina þetta er búin að vera svona það er eitthvað bylgja í gangi já, þetta er alltaf því að Rákur Kára Stef ég vissu það já var hann bara eitthvað release the COVID hann var búin að redda þessu bara þú veist, svo var að reyja kyn og nú er bara allir komin hann var ekki búin að redda þessu það bara veist stjórnvöllin voru búin að það eru 10 sýktir við skulum loka öllu sem voru þeir bara það eru fuck it, ég við nennum þessu ekki 500 létust það ár á Íslandi já, 500 manns það var allir bara munið eftir því þegar við vorum í maður var í mat eða eitthvað í vinnunni síðan alveg kom eitthvað fréttir Stefán hann lést COVID maður bara fuck það bara eitt búin að deyja á mánuðinum fuck maður var skítrættur síðan leið á bara svona COVID er búið ekki segja öll frá því síðan bara fréttir maður að 500 manns létust hérna á Íslandi á því ári sem var opið and nobody talked about it nei, greinilega, ég er ekki eftir þessu jú, það töluðu margir það kom í fréttunum tölfræðin var gefin út í mokkanum og allt saman já, veist, í lokin en það var ekkert verið bara hérna 10 dóu núna 50, það var enginn að tala um það en þetta er við COVID samt come on, COVID þessi tími var bara í móki hjá mér held ég bara I was so drunk en hann finna við það í COVID-inu þá byrjuðu bara allir að drekka hverjum degi já það bara normalisaði einhvern veginn drikki á virkum dögum og heimilisofbeldi jókst þriðjunga helminga eða eitthvað það var svakalega mikið sko ég er eitthvað trúið því sko ég trúið því það er bara þarf að segja okkur jæja Davíð nei bara svona almennt þú veist að fólk getur ekki húka saman 24/7 inni lokað eitthvað að það verði eitthvað reyfrildi sko það finnst mér mjög skrítið samband bara ég verða viðurkenna það ég bara gæti hangið með Þórunn upp í rúmi hún gæti ekki með þér já true það er alltaf önnur manneskja hann er alltaf eitthvað leave me alone nákvæmlega ekki snerta mig er ég svona leiðilegur hvað er að gera sér það þetta skot á mig maður nei þú ert yndislegur þið báðir í hófi herri hérna leið og ég kom heim frá Dublin þá hérna fór ég upp á Laugarvatn og var í 20 stigi hiti í 2 daga geggjað nice I'm so tan right herri ég var étin lifandi það var svo fucking lose me enda lítur hendinaður út eins og andlitið á fílamanninum veist, þetta er bara hendurnar hérna sko. Þetta er ógeðsli ég taldi 102 bit bara á höndunum þetta var ógeðslegt já, en okkur varstu með hanska Maggi? Varstu með hanska? Nei okkur er handa bökina þér mikið hvítari heldur en framhandlegurinn er það ekki? Nei er þetta bara ljósið? bara ljósið? Ég er búin að vera að horfa á hendurna bara var með hanska allan dag horfðu á þetta? ok hann var í Michael Jackson búningin uppbrettar ermar og hanska einn svona rhinestone hvítan hanska sendi ég ykkur myndir nei hérna ég fór að hugsa bara út af því að konu mín var hitta einhverju vinkonur sínar og hérna nokkra voru bitnar í Kraðabænum Bíddu, erum við ekki lengur í Laugarvatni? Jú, ég er á Laugarvatni, ekki Þórunn og ég er að tala um lúsmíð sko. Okay. það er komin alltaf bara í Hafnarfjörðin og eitthvað svona þetta er byrjað að koma í Garðabæn
Jesus. ef ég væri bitin svona á sólríkum dögum, þessum fáu sem komið hérna á Ísland, then I'm out of here. Bara, Já, fuck that shit, sko. Þú náttúrulega ert í penthásinu, þannig að eru það svona hátt uppi? Nei, Nei, ok. við erum safe sko, ég er líka í penthásinu, það sem ég er. Út á landi? Já. Það er mjög auðvelt. Það er bara Upp á Ásbrú át á sveitinni maður. Sveitinni, nákvæmlega. Það er bara, hvað er það að tala um, sko? Það getur verið, veist, þú ert hinum inn á landinu, Já, sko. það er Grænlandi sko. Er einhver lúsmík komið hjá þér? Í Árbæinn? Já. Ekki sem ég hef fundið Ekki? Nei Nei, það er náttúrulega svo gott að hjá þér, maður. Já, það er svo fínt hjá mér Það blæs alltaf sko með húsunum Já. Þannig að hérna, þú veist, lúsmíða svo lítið það bara fíkur einhvern veginn framhjá Það er... Það veit ekki vita Æ, þetta er þetta ekki bara eitthvað svona trend? Oh my god. Lúsmík. Er það ekki? Jó, þetta er bara einhver búbla sko. Þetta er einhver búbla. Já. Hlýtur bara. Herru, talandi trend. Þetta var hræðilegt Dammit, maður. Talandi trend Erstu búin að æfa þennan lengi? Ja? Nei. Ok. Anskat. Ég var alveg bara, hana. Þetta hlýtur að vera gott, sko. Náum tengingunni Já, það ekki. Herru, talandi trend. Já. Herru, það er nýtt trend í gangi. Já, Ha. nei, ha Jú. Já, Labubus. já litlu dýrin hérna Einhverju bánsar. Já, Labubus. Ok. Þetta er veist, alla stelpur eru að missa sig yfir eitthvað labubus. Börn þá eða? Nei? Fullorðnar konur? já, Ok, wow, ég er að heyra þetta fyrsta skipti. Og veist, þetta er, þú getur séð þetta kannski til dæmis á TikTok og eitthvað svona. Já. Það var svona unboxing labubus og það er alltaf komið með neglutna svona, veist, svona sjáðu, hérna er hérna að opna. Já, bara- ASMR, hvað? Maður er bara, veist, Já, ég fekk hérna bleika. Maður er eitthvað bara, I don't give a fuck. ok. Fuck, labubus, maður. Þetta er, og konur að kaupa sér sko börkin töskur já, og hafa síðan eina labubu já, hangandi. hangandi utan á Ég séð eitt svona vídeo, ég held að þetta væri bara eitthvað svona par, eitthvað joke Nei. vídeo. Þetta er bara rugl Þetta er bara, Oh my god. þetta er alveg bara sjokk. Wow. Þetta er, ég skildi ekki. Nei, Ég bara don't understand og this þetta er shit. eitthvað sem þeir hengja bara á töskunum sínar og bara út að labba með. Já, hafa þetta upp í hillu og eitthvað. Jesus, er þetta eitthvað svona kollektordæmi eða Já, er þetta dýrt? Ég Veit ekki hvað- Ég veit ekki hvað Nei. kostar Ég, Ég skal fletta því upp. en veist, þetta er svona bánsi Já, með svona kaninu eiru eiginlega ok. með einhvern veginn svona andlit svona, Alltaf eins, eða er þetta marga típur eða eitthvað? alltaf eins, bara mismunandi liti Já, ok, og þetta er eitthvað bara, ég fekk hérna gráa, what? ok. Wow, maður er eitthvað bara veist, mér finnst þetta svo fyndið þegar svona áhrifavaldan Mhm. pikku upp eitthvað og allir bara herðu, er þetta cool? Já, Ok, ég ætla að gera þetta bara, veist, maður er eitthvað okkur erst að gera þetta já. veist, ef þú virkilega hugsar Sko, don't be a sheep það er náttúrulega klárlega bara framleiðendurnir sem eru bara, hei, ég skal borga þér $100,000 ef þú, hérna, lætur þetta sjást í myndbandunum í... ég var alveg til í $100,000 Já, ég er að segja það, þú veist, eitthvað Þannig fyrirtæki gerist- að núti Já. ég er alveg tilbúin að selja sálinu mína þannig gerist þetta, ég meina. Þannig er ástæðan fyrir því að, þú veist, Kardashian fá borgað $500,000 fyrir að mæta á skemmtistaðar einhverja helgi eða, þú veist, eitthvað svona. herðu, skemmtist að það er að núti Já. ég er alveg til í að fá $500,000 fyrir að koma hana and be a party man Já. a party animal Akkurat, stemningsmaður, beintastæðin. herðu, hella fokk 6.500 kall Íslenskar. Já, fyrir svona litlar já Jesus Christ fyrir nei takk Já, sama þegið sam á þegið. já þegið Já, akkurat. Skil ekki hvað þetta að gera Þetta er bara, þetta er svona lyklakipu hangi aðeins stærri en lyklakipa eitthvað þetta er bara svona Já, ok. Þetta er algjört rasl Jæja, moving on moving on Dublin, nei ekki Dublin Já, búið. Ég hefða muniði eftir Segway Já, já sem var út allt. Það Já. var lítið hérna á Íslandi. já, veist En það var já, eitthvað. eitthvað, já við áttum svona segway Svona, Nei. sem þú stendur á með svona skafti, svona handfangi. nei, já, það er hoverboard
mallcop hérna Já, segveyið maður það segway sem sagt Allir voru bara, þetta er framtíð Nú er ég forritin, hvað varst þú að hugsa, Birkir? Hoverboard Já, ok sem er segvey án þess að vera með hérna stöngina svona lítið akkurat, ég var svo leið svo notaði mikið heima Nei, ég er garðabunum kefti hérna Back to the Future Hvað menið þið? Segwayin voru rosa cool Þetta var rosa cool, en þú veist, svo var bara náttúrulega hrúuðust inn slísa myndbönd og eitthvað fólki sem var að faceplanta á þessu og eitthvað svona, en þetta var bara ógeðslega mikið flash in the pan. Já, og segvey-gaurinn, hann lést á segvey. Já, alveg rétt. Á offroad segwayinu sínu. Já. Hann danniði kletta. Já. What a loser. Ég ætla að sína hvað þetta er Hey mom, check me out Splatt I can fly En þetta var vinsælt í fjöldamörg ár Já og síðan allt er bara hvarfið það Svo komur hlaupahjólin Ég held að það hafi svolítið drepið þetta Er það ekki? Nei Er það ekki? Nei Þetta er náttúrulega ég veit ekki hvort þetta sé framleitt ennþá en hérna það er mikið gert út á túrisma í útlöndum með þetta Já, svona Segway Tours Já, Segway Tours Aha, er það ennþá? Já, reyndar örglega sko Ég veit ekki hvort þetta sé framleitt ennþá ég hef ekki glóru Nei En svo komur hlaupahjólin Já, þau eru ekki trends en það datt svo sannarlega í trend Jó, það er alveg trend Jó. Það er tísku Já, af því að þú veist, maður sá þú veist, fyrir, ég veit ekki, 4-5 árum síðan þá voru allir unglingar á vespum Já En þú voru enginn á vespum lengur Nei. Allir á hlaupahjólum Allir voru á rafmagnsvespum, Já, akkurat Svo fóru allir á rafmags Akkurat hlaupahjólum En síðan náttúrulega fyrir nokkrum árum síðan 10, 15, 20 árum þá voru allir á hlaupahjólum Já og þegar við vorum ungir þá voru allir á línuskautum Já, ég var ennþá línuskauta Nei, þegar Davíð var lítill þá var hann sko, veist, þá var allir á hjólaskautum Nei, hann var ennþá að finna upp hjólið Já Wow You are old Já Jesus maður Ég er það eldsnögg Ég fór inn á Segway Vel gert Skjótum Skjótum hann niður hennar gamla kall Já, akkurat Fokkar hann Kort er eldri við Já, akkurat Nei, það er ennþá verið að framlega Segway Mér sýnist verið að bara framlega svona actual rafmagnshlaupahjól núna ok Þannig að bara fyrir fólk sem að baka stíð okkar að google ekki hluti sem við vitum ekki Nei, veist vitum alveg fullt en ekki allt saman Já, akkurat Hérna, minnið eftir það sem var mjög mikið í tísku það var fjöldapóstur þegar maður fekk fjöldapóstin heim til sín Oh my god, keðjupósturinn Já, keðjupóstur Keðjubrefin, já Veist, bara nenni að senda þetta á 5 Já og höldum þessu gangandi What's the point? Þetta stoppaði alltaf hjá mér Það er alltaf í rullu maður var bara why? Bara hver er tilgangurinn með þessu? Akkurat Ég hef aldrei fengið svar, hver er tilgangurinn með þessu? Þú eru heppin næstu 4 árin Þetta var eitthvað svoleiðis, já En já, bara hversu lítið líf áttu að þetta sé það sem þú ert að gera þér til dundur sko. Oh my god, síðan var ekki eitt bréf einhvern tímann sko, ef þú sendir til mín 100 krónur þá voru þetta seðlar sko. Í pósti þá skal ég segja þér hvernig ná að vera ríkur og hann var eitt sem sendi þess að 100 krónur ég þekki ekki hverinn og hann fekk bréf, gerði bara það sama og ég það var svarið Jésús Þetta er bara að kasta út neti og sjá hvað kemur í það sko. og það er alltaf eitthvað það er nú mikið að vitlu sem fólki að núti en veist, hvað er að vera ríkur það er bara smá peningur fyrir suma Akkurat, það er mjög mikið Þetta er 100 kallanir Shit Talandum að vera ríkur NFT NFT, já Það var mjög skamlíft dæmi Það kom, sprengdi allt og fór bara með það sama og skildi bara eftir sér sviðna jörð Jöfusins vitleysa Vitið hver Jerry V er? Það er svona mógull svona
og hann er alltaf að segja bara, já, hérna, gerir þetta til að vera rík og eitthvað okay. og hann var bara, NFTs, buy NFTs he was wrong Já hérna, Justin Bieber kefti hérna eitthvað Sad Monkey, eitthvað á einhver $1,000,000 núna kostar þetta $33,000 ekki meira en það, bara því líka fallið sko. Fyrir þá sem ekki vita þá er NFT non-fungible tokens þetta eru sem sé bara myndir á stafrænu formi já, þú bara screenshot kopíað já, en þetta er ekki the original þú átt þetta er kóðan nákvæmlega fucking sama myndin nákvæmlega en þú átt kóðan á bakvið og gerir hvað við hann? Ég veit það ekki license eða eitthvað, ég veit það ekki Já, en þú færði ekkert út með það út í búð og kaupið þér að borða á, sko Nei Já, ég man að það var einhver bara já, hérna, þetta er bara eins og veist, hérna að taka screenshot er bara eins og að fá hérna prentun af hérna málverki þetta er ekki það sama Nei veist, ef þú ert með prentað málverk og farið prentað málverk veist, copy af prentuð málverki that's the fucking same thing Já, og 99,9% same shit fólki sér ekki munin, sko þú þarft einhvern veginn að fara á bakvið myndina inn í kóðan og eitthvað til þess að sjá einhvern mun sko. Já, en svo sem á uppröðlegu myndina eða svo sem málaði uppröðlegu myndina hann fær alltaf smá af kóperuninni kóperuninni he's dying Nei, en ég er rosalega glaður að ég sá, eða þú veist ekki það ég hef aldrei verið í ykkur svona braski en ég bara strax sá í gegnum þetta bara þetta og aldrei eftir að halda flugi sko. Því að 99,9% af heiminum var bara já, þetta copy hérna er nákvæmlega eins og hitt það fattar ekki, veist hitt er, 0010000 eitthvað en copy er 00100 nobody cares Nei, nákvæmlega nema Justin Bieber út af því að hann á þetta Já, he cares now þeir eru búin að missa 97% af virðgildin en já, ég myndi frekar kaupa með Bitcoin eða Ethereum eða eitthvað svona heldur en þetta ég hef aðeins meiri trú á því En, munið strákar, þegar við vorum litlir þú veist, hvað var í gangi þá? Hvaða trend voru í gangi þá? Ég veit það Körbálsmyndir Já, til dæmis rosa stórar það var náttúrulega gull árin í NBA-inu það eru NBA þú færði ekki NBA myndir í dag Jó, þú færði þetta það veist ekki á Íslandi Nei, ok þetta er bara, þetta er fáránlegt sko. Já, kannski Nexus eða eitthvað Já, getur fundið mögulega þar sko. Já, hvar? Nexus eða eitthvað Nei Það er það ekki? Nei Búin að tjekka það er bara Pokémon shit Pokémon líka það sem við, þegar við vorum litli líka það voru hérna munið eftir plastsnuðunum svona plastsnuð gætu fengið svona, veist, varst með hálsinn svona lítil, stór munið eftir þessu plastsnuðum sem hægt að hafa í arböndunum og allir voru að safna ógeðslega mörgum snuðum þessu litlu já, litlu og síðan komu aðeins stærri og stelpunum voru með upp í munninum og kúlstrákarnir sko líka já sjálfsögðu litli metróbirkir I'm a cool baby það kom og fór já, jú, ég man eftir þess að þú segir þetta Poxið líka Pox Ég var að vinna einu sinni við vorum í skátafélag mitt var fengið til þess að koma einu kvöldstund og pakka Poxi og þegar við komum hérna inn í eitthvað skemmu eða eitthvað og þá voru sko fullt af kössum sem vorum að brettum stappfullir af random Poxi gullnáma það var gullnáma sko og við náttúrulega bara hlóðum í og síðan náttúrulega maður að setja eina sleggju með og það var bara það var færiband að vinna, ekkert mál svo sagði Görin, svo með bara fylla var svona eitthvað á boxi Nice Ok Ég ætla að koma í stúsifötunum mín stóru vössunum og það var 6 kíló bara í sekunum og það var í mitt þannig ég var í hettupeysu með svona framan á vasa það var bara stappfullt Pox, ég náði aldrei að fara í Poxið sko. Ég var aðeins, ég átti alveg eitthvað sko, en ég var ekki, þú veist, svo náttúrulega átti maður að hittast og fara, þú veist, batla eitthvað með þetta, en þú veist, ég var ekki droslega mikið í því ég var meira í, sko, munið hérna eftir leiknum maður var með sko 100 kall eða eitthvað
og Já. maður lét hnúfana niður, andstæðingurinn setti hnúfana niður Á borðið veist, svona, niður, beint niður, niður eins og hún var að kýla borðið. já. Já. Og síðan tókstu hundrakallinn með þumlinum og skaust honum í hnúfana. Já, bara gekk út á það að reyna að meiða hinn eins mikið og getur. Já, Með 100 kallir. já, sá sem myndi hætta, hann tapaði. Þetta garðabæja liðmaður. Ég var Ég er Snýst allt um peninga. Ég er Já, já. ennþá með veist, bara svona hérna á hnúfunum eftir þetta. Máttur þú brjóta 100 kallir eitthvað saman eða? Nei, Þetta var klink. Þetta var 100 kallinn. Þetta eftir þetta var komið í kling. Já. Já, ok. Ekki fyrir það varst ekki fatta þetta. Við vorum að tala um 100 kallir sæðum þetta á sko. það var þegar ég var pinkalit. Já, þetta var alveg veist, borðið blóðugt og maður var bara, ég ætla ekki að fucking veist, sér kom maður heim, allur út í sárum og Já, ég maður eftir þessi í Garðaskóla sko. Þetta var mikið stunda. Þetta var mikið stunda, þetta bara kom og fór. Okkur er ekki krakkarnir að gera þetta núna. Já, Þau með þessi. helvíti síminn alltaf hreint. Já, helvíti. Ég vil fá að sjá þau koma heim með blóður að núa. Þau þurfu 100 kallir fyrir heilum plástri. Já. Akkurat. Internetið, það er líka, það er svona, Það er bara búbla. það er búið. Það er bara trend. Já, Það var allavega þegar það kom, þá voru margir sem voru bara, nei, Já. þetta mun aldrei vera lengi, nákvæmlega. þetta mun springa. Já, ég manlega eftir að hafa séð blaðagreinar þegar Já. mitt frá, ég veit ekki 1800 og eitthvað. Já, einmitt, þegar ég var ungur það er bara eitthvað this is a fad and millions of people are giving up on it og Já. eitthvað bara, ok, nei. okay. Er þú að gera í dag? Hvað er næsta hringi í klámið mitt? Þetta er aðal samskiptamiðl heimsins. Já, Já. nákvæmlega Þetta er líka eins og að planka, það var alveg bara svona, Já, that was the thing. það var Fólk að deyjandi út að það var að planka upp á Það einhverjum er sko- vitlausum. Já, Þetta var svo rugglað. Frægasta dæmið er þegar, þetta var 2011, það var einhver Ástrali sem var að planka á svölunum og svala handriðinu Já, og einmitt datt af og dó. Það er Já, nailed it. var ekki eitthvað Grand Canyon líka eða eitthvað? Jú, eitthvað svoleiðis. Örugglega. En já, það var fullt af fólki sem dór og hrapaði niður að hinn á þessi bara fyrir eitthvað asnalega mynda sér liggjandi á andlutinu. Ég þekki einn, það er ein ljósmynd sem komst á flakkið á netinu. Það var strákur sem ég þekki, hann plankaði á klukkunni niður í bæ. Veist, Já, við á móti hér á, já, rétt að það sem Astró var, Já, fólk alveg bara, Astró, hvað er það? já, Herri, og það er svona klukka og hann skreið þar upp klukka 3 um nóttina já og plankaði á henni og that's impressive. Hann fekk sína 15 mínútur hérna Já. þessi aðili. Fóruð þið eitthvað að planka? Já, ég var í einu svona partí út í Nóri og ég og eitt félag minn, við kláruðum hann var norskur sem sé, við kláruðum saman eina konjaksflösku og gjössanlega hula sér og fórum að planka út um allt. Við fórum að mitt að klifra upp á eitthvað skikni og og svo og við búin að planka út um alla trissur eitthvað neginn og upp á einhverjum handriðum og eitthvað. Svo erum við komin aftur á pallin og erum með bjór og eitthvað svona, hann sagði róa okkur niður. Svo fer ég á 4 fætur og hann plankur á honum mér. This got interesting. og hann alveg postaði þessu á Facebooki hjá sér, ég er að planka á Íslandi og partíið einhvern veginn sko, þetta var eitthvað auðlegasta djók í heimi en þetta allir steinlágu í hlotri Þegar hann var að planka á þér eina manninu frá Íslandi. Það hefði verið ef þú bara, já, hann var að planka ofan að mér og sem voru við eitthvað bara svona hei, er þetta eitthvað? Já, Hendurnar okkar snertust aðeins Já, þetta er eitthvað nýtt. djöfull er í fullir. Já, þið vitið að sjómann var bara fundin upp svo að kallmenn gætu haldist í hendur og hort í augun á hvorum. Leið og segir það, já. Bara svona Þetta er pretty gay sko. mér vant að fucking snörstu kottu sjómann Já, horfðu um mig til að láta þetta endast djöfull ertu sterkur. þetta er sterkust. Ok.
Oh, Jesus. Sjáðu vöðvuna mína, þínu er rosalflottir. Oh my god, hvað er stórir? Já, akkurat. Hann er Buffalo skór og Moonboots. Moonboots er komið aftur. Já, það er reynda komið aftur. Það var allir sterkt inni núna síðasta vetur sko. Já, Sjá hvað það endist. Og það er sko líka Buffalo kom aftur. Já. En það didn't stick sko. Nei. Ég var alveg bara þetta í svörtu. Ég var alveg I was hated þegar ég var í Buffalo skóm sko. Já, ekki. Ég var bara þín orðin hávaksin. Var fólk alveg bara 2001 hringdi. Það flög önnur flugvél á turnana. What? Oh my god. Sorry. Þetta var já, sorry. Sorry með mig. Alveg svona That's a joke. Þetta komanum minn. Þetta er verra heldur en kynningarnir mína. Ég er búin að vera að liggja á svo brandara svo lengi maður. Hvernig kemst ég með það? Þú líka alveg bara Þetta greina. Við hefðum átt að vera eitthvað bara svona þögn. Bara svona Crickets. Já, við erum alveg Anywho En síðan var líka sko hérna Dickies og Carhartt og allt þetta kjaftaði. Já. Sem ég skildi ekki. Og Stússi eins og við sögum aðan. Já, Stússið. Fruit of the Looms. Var það trend? Já. Það er það ekki nota bara svona ódýr á svona bólaprentun? Let me finish. Ok, já. Að snúa þeim við, öfugar. Já, alveg rétt. Looms. Snúa þeim vittlust. Já, ok. Alla mömmurnar náttúrulega hafa sko trompast við að sjá börnin sín fara í öfugum fötum í skóla. Á röngunni. Það var bara klættur rétt í það. Það var alveg, maður var alveg bara this is cool. Töff maður. Já. Pókaböksuna, dragðu upp böksunar. Akkurat. Nákvæmlega. Veistu hvað það heitir í dag? Það heitir að sagga. Já, heitir Það verður með Já. buksunar niður. Why? Sagga. Why? Af því að það eru sagging buksurnar. Já, þetta hér líka sagga í gamla daga, Anyway. sko. Leðu segir það, já. Did not think that through. Shit. Oh my god. Það var svo margt svona fatatrend. Svo var það hérna pólóbólarnir alltaf með svona popped collar. Já. Já, upp með kragan. Já, 80s. já. Og svo hérna Mér finnst það ennþá cool, sko. Það er Axlapúðar eitthvað og við upp þetta. með kragan. Axlapúðarnir, já. Melluböndin á stelpunum. Melliböndi? Og strákunum. Hvað er mellibönd? Svona þröngt, svona plast. Tjókerarnir? Já, 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 tjókarar. það var 90s maður. Já, Það var 90s og hérna, ég var eitthvað bara, sá hérna Jared Leto með þetta í hérna My So-Called Life. já, ok. Og ég eitthvað, djöfull er þessi sætur Hann mann. er að pulla þetta. Ég, ég bara, ég kannast eitthvað við hennar gaur og horfði á Jared Leto og ég var bara setti melliband líka. Ég var bara við erum eins. Ég ætla að minna hlustendur á að Birkisnær er hrikalega líkur Jared Leto. Það er eitthvað, dökka hárið og blá augun, en þú veist. Já, Haldið áfram. já, meira með. Og fyrir 20 árum þá voru þeir nauðalíkir. Já, við vorum mjög líkið þegar við vorum yngri. Ég verð að segja að þú eldist aðeins betur en hann. Hætt. Keep on going. Flattery will get you everywhere. Aðeins meira. Þú ert með risastór tippi. Hætt að ljúa. Við ljúum ekki að hlusta. Nei. Alls ekki. That's a lie. Þetta var yfir línuna. Já, nákvæmlega. Nei, ok. Hvar voru Dublin? Voru mömmur ykkar með töppeverpartí stundum? Já, og Riksugupartíin. Já, Hörðu töppuverð bara að fara á hausinn? já. Pælið því, hætt og farið. Það er bara eilíðar ábyrð. That's awful. Nákvæmlega, en það að finna er að þetta nafn mun festast örugglega. Já. Þú veist að þetta er bara svona, öll svona ílát eru bara töppever Já. í dag. Þannig að, Töppuverð. en já, ég man alveg eftir þessu sko, töppeverpartíin. Núna er þetta ekki lengur sko, veist eitthvað svona Þórun fór á töppuverðpartí sko. Þórun, kona minn. What? Já. Ég man bara eftir sem krakki heima hjá mömmu Já, sko. síðan kom þetta aftur. Já, ok. Og ég ekki kaupa neitt, hún alveg, nei, ég ætla að fá með smá búblöður og bara, veist, kom heim með sko osta, veist svona, veist eitthvað, Box eitthvað. Ostabox Já. og vaskönnu.
á þessum tíma, þetta örugglega 2010 eða eitthvað dýrasta shit ever Já, ég veit það kostaði 15 skall þetta tvent ég var bara, I'm broke bara, hvað er þetta að gera? Herru, eftir viku misti hún vaskaruna og brautina Nei Jú, ég var bara Worth it that's so worth it bara, you're fired Já, þeir náttúrulega klíka því að þeir neitu að selja þetta í búðum sko. Já, bara hversu stupid business hugmynd þú veist, ok, komdu þess að staði með eitthvað svona partíum en þeir eru orðið household name selji þetta í fucking búðir bara í Costco og þetta er eins og hvað heitir þetta fyrirtæki sem gerir grænateið Herbalife það var næsta listanum hjá mér er það? Píramídaskemmið Akkurat Einmitt, Herbalife, ef þetta er svona vinsælt komið með fucking búð fólk sem vill ekki bara veist, já, til að kaupa þetta og þarf þetta að eyða 100 skalli í vöruna og selja hana síðan já, en ég vil bara þessa vöru já, nei, það er ekki hægt það er ekki bara já, það er ekki bara já, en já, það er mitt bara eins og Þröstur sagði, bara píramídaskam sko, út í gegn þetta var bara, já, ég fatt ekki það er ennþá í gangi held ég, sann sko já, það er í gangi og fullt af fólki sem bara já dies on that hill sko, þetta sé bara best í heimi Herbalife, ég sá einhvern verið með svona box bara ég tek alla þessa pillur á dag ég bara, ég var í sattur já, bara pillu á þetta já, ég væri bara eitthvað var engi furða að verða að grænast á maður já, nákvæmlega, borðar ekkert með töflur en núna er einmitt það er ekkert lengur svona einmitt Tupperware veislur nei núna er það bara, veist, kynlífstótt já sem notabene er búið að trenda síðustu árin já hún gerður í Blush, náttúrulega er búin að gera svolítið bjóð þetta kraftaverkum til, já og hinn er búin að vera hana, ég man ekki hvað, Lush og Tantra eða eitthvað en okkur er ekki, veist, okkur er bara konur sem er bóði af hverju? já, okkur er ekki reyndar, veist, síðan þegar maður myndi svissu svona við og við strákarnir veist, fyrir mér fáum okkur bjór og sem við gellan eitthvað bara já, sjáðu hérna rassalíkama bara pjallan og rassinn og þessi múfa, ramagsmúfan og eitthvað, allir svona þetta er svona mjúst það væri smá suppulegra ég held það nefnilega þetta er svona já, veist, ef við vinirni værum eitthvað svona ramagsmúfa 3000 þá hún er alveg kröftug sko. já, nema þessi hérna, hún er á 13.000 og að slá saman og já, ég fæ nú mánuðum saman, já eina skipt sem ég er heima oi, takk, nei takk Þröstu, hvað ert að koma með svona? Ég? en já, en gerður alveg svo skilið fyrir þetta að opna bara svolítið á þú veist, bara umræðina með þetta það var alltaf svo mikið tabú sko já, minnst það alveg frábært já, það er bara gott að blessa nema mér finnst samt pínu weird og kallið með gamlan kallið eða whatever en ég fór í Elko skeifunni daginn minni mig og var bara eitthvað að labba og þá sé ég mitt að því Elko byrjaði að selja kynlífsleik við hliðin á barnatambustónum nice. það var bara, þú veist, anal beads og svo Hello Kitty tambustar næstu hillu við hliðina sko. mamma, hvað er þetta? það er svona þetta er inn í Blómaval líka Blómaval? já, what? lappar inn í Blómaval nei þarna ertu með eitthvað hnífapör og diska og fullt af blóm og unaðsvörur what? þetta vissi ég ekki já ok pælið í Texas þá máttu bara eiga 5 unaðsvörur já ekki meira það er ólulegt hver kemur þú til það er nefnilega málið sko þeir geta klofaði yfir fjall af sjálfvirkum haglabissum og eitthvað en ef þeir eru átt fleiri en þessi þá bara nei í fangelsi með þeim bara, býtu þessi strap-on er nummer 6 hjá þér akkurat í fangelsi sagt, já, akkurat herru, fucked up sko það var hérna trendum daginn sem kom tilbaka já Ice Bucket Challenge já Davíð tók þátt í því maður já, ég er líka bara what? Var þetta ekki búið? Voru ekki búin að leysa þetta vandamál? Jú, líka sko
Var ekki, fyrsta Ice Bucket var það ekki fyrir ALS eða eitthvað ALS, já, og semst, þú hendi þessu annars donatari já. og allt fræga fólki heldur fötunni og donati ekki neitt Já, Morguleg. allir miljónum amerikanir. Já, ég hefði allan tíma sagt nei, hérna er peningur Já, og til að, actually gera eitthvað gagn. Já. En það fóru allir í þetta hann George Bush, hann gerði þetta á sínu tíma Já, hann var alltaf fórsetin Superman gerði þetta Henry Cavill í Superman Já, búningum það er þetta cool. Já, hann er mest cool, hann er svo sætur hann er svo sætt Hann er svo mikið. man crush dauðan Ég er svo ógæðislega mikið að vona að það kom ekki út að hann sé algjör dykk, sko. Að því að þetta er bara svona með hann og Keanu Reeves og svoleiðis. Já. Þú veist, það sem hann veit það, bara hann er algjör tölvunika nörd og eitthvað svona. Og bara, ok, viljum við halda í þessa hímynd? Please ekki skemma nokkra sem ég get hort upp til. Nákvæmlega, sko Veistu, þetta já. er eins og Bruce Willis, maður var alveg just töffari síðan bara algjör asshole Já, Bara- og Mel Gibson, Já, þú veist, það frægast að dæmið held ég. hvað er á honum? það er ekkert honum nei Ekkert skemma þá í mynd fyrir því þröstu minn. Dublin Hey. Herru, munið í þegar við vorum ungi það voru allir að safna skotti Já, maður veist það var skott ég skildi þetta ekki sko ég var með brodaklippingu og skott. Einmitt, Ég þetta var er ógeðslega ímynd þetta var í fyrra Já, þegar ég var 9 ára þá var þetta svo leys Já, já, þetta var eitthvað þarna í kringum 90, já, eitthvað svo leiðis. já, það voru allir með skott með Já. svona, veist, svona ekki þykkt skott Nei. svona lín af þú veist Já, þetta er svo useless sko horfandi tilbaka, já, en þetta þóttir rosa töff á þeim tíma, sko. mér fannst þetta aldrei töff Nei, þetta er ljótt þú ert náttúrulega alltaf svo framalega í tískunni, sko. já, alltaf sama greiðslan forever Já, þú er bara svona kenhár, þetta er bara svona plast hérna. Nákvæmlega, þetta er bara hárkalla sem er ekki búin að fara af mér og það skiptir hún sjálfkrafa lit þegar ég segi til Já, akkurat. nákvæmlega, oi Ég þegar við vorum að tala um Herbalife og eitthvað, hafið þið farið á eitthvað svona special diet, af því að það koma svona reglulega trend með mataræði, já, þú veist, carnivore og juice cleanse, þú veist, raw food, ég veit ekki hvað í fjandanum það var. ráfæði bara, Já, keto Keto. Herru, fyndið, keto virkar ekki veist ekki það þessu virkar veist eins og keto Já. allir bara, ég er búin að missa 10 kíló margali, til hamingju og hvað gerist? Ég hætti í smástund everything back Já, og síðan byrja aftur ég veit það. búin að missa sko tonn Já, en samt sama þyngd ég veit það, þetta er bara fáránlegt máli með þetta, þú veist, intermittent fasting og paleo og allt þetta drast, Atkins og eitthvað, þetta virkar innan gæðsalappa in theory, bara vegna þess að þú ert að taka inn færri kaloríur heldur en þú varst að gera í rauninni, og þar alveg en þið virkar þetta, en þú getur þá sett hvað sem er, ég ætla bara að borða Snickers en bara 2 á dag eða eitthvað, og ég mun léttast á því á endanum, 100% að því ég er að taka inn færri kaloríur heldur en ég var að gera. já, En svo eftir eins og þú segir, Birkir, að leið og þú hættir að tekur pásu og bara bang aftur tilbaka, sko. þetta er hafið þið farið í svona veist, eitthvað svona mataræð, veist, eitthvað svona trend Sko, ekkit að þessu, ég náttúrulega var ógeðslega mikið að bölka bara síðan ég var 14 ára eða eitthvað, en átti bara alltaf svo geðveikt erfitt með að þyngja mig, þannig ég var alltaf á eitthvað svona próteindufti og étandi 12 vegg á dag og eitthvað, en það gekk ekki neitt fyrir en ég fór að drekka meiri bjór og þá loksins kom þá kom þetta, það er galdurinn krakkar. ef þið viljið bölka Já, á magan allir kraftlýftingamennir að núti. drekki fullt af bjór Já, ekkert eitthvað light drasl. en við reyndum, ég og Eva fórum tókum bacon og egg og allt saman, tókum þá leiðina ég þetta svolítið að náttúrulegri fitu og bara fullt af eggjum og eitthvað svona er það ekki keto? Er það keto? Er það ekki bara karnivóri eða eitthvað svona? Ég veit ekki eins og hvað þetta er mjög svipað, sko, karnivór og keto mjög svipað. Þetta snerist bara um að kötta út brauðvörur og sykur og borða holla fitu. Já, þetta er sko lambakjöt og fitunar lambakjöt. Já, fyndi nefnilega með sögu keto að þetta er þekkt alveg frá 1920 og fyrst notað til að meðhandla flogaveiki. Já. En var síðan vinsælt hérna 2010.
En þetta já, mjög lág kolvetni, You heard it here first. Já 105 árum setna fyrsta skipti sem fólk það en já þetta já, það svo, já paleo, það svona hvað forfeður okkar áttu, þú veist kjöt, fisk, gremmiti eitthvað Meni eftir hárgreiðslunni í kringum 2005 var þetta besta hárgreiðslan sem Joey hárgreiðslan nei, þetta á Íslandi kom Óli Geir hann var með svona, úið hár og svona greitt fram, kolsvart nakkagreiðslan já, nakkagreiðslan já. Þetta var alveg bara að koma fór mjög fljótt já, sem gott já, og á þeim tíma voru allir með appelsínugula brunkukrimið í leiðinni sem að Trump ennþá nota já lifa í fortíð Trump og Ásgeir Kolbens Ásgeir Kolbens en þetta hár var alveg bara svona úið aftan og smá emo toppur og svona þetta var alveg My Chemical Romance var alltaf í útvarpinu já, akkurat nákvæmlega það kom þetta örugglega sko en já, það var sem betur fyrir nú náttúrulega allir krakka með þetta helvítis brokkolihár nei, ég kalli þetta lamahár Lamahár, eins og dýrið lama já, þetta er bara svona hreiður ég gleymi þessu aldrei þegar ég sá þetta í fyrsta skipta á einhverju gaur ég var að bíða í röð og ég alveg svona pikkaði vinn minn var bara þetta fucking sjá þetta hreiður á hausnum sko. og síðan bara 5 árum setna bara it's everywhere og með beint toppurinn beint þetta er sama klippingina á öllum krakkum og ég er eitthvað bara en ekki gleyma því að mölletti kom tilbaka í fyrra í alvöru jú, það var hræðilegt fullt af gaurum bara allt í hennum konum með möllett þetta var skelfilegt hver leyfði það bara líka bara ég ætla að gera mölletti áttur hvað, ertu frá Texas? Af öllu og líka sko sáuð ekki hárgreiðsluna trendið í the 80s með túberaða hárið og með möllettin þetta er ógeðslegasta tískuhár ever business in the front, party at the back mér finnst samt já, mér finnst reyndar þetta núna þetta hreiðra hár skárra heldur en möllettin nei, mér finnst eiginlega bara á pari bara mér finnst þetta svo ljó þetta er hræðilegt sko ég bara getið þetta ekki sko ég er þarna líka sko ég er nefnilega, þú veist, hef pælt í því bara að vera hárgreiðslumæður eða hárgreiðslukona í kannski síðastlegin 40-50 ára eða eitthvað að bara hafa farið í gegnum öll þessi trend þú veist, þú heldur að starfið sér fjölbreytt alveg nei, þú ert að gera það sama í 5 ár og svo kemur eitthvað annað og þú gerir það sama 5 eða 10 ár og þú veist, það er bara sama klippingin á alla einhvern veginn, ég er bara geðveikur ég var búin að stinga einhvern í hálsinn með skæðunum sko. bara einhvern byggði með fucking lama hárgreiðslastur og stingi hann má ég fá svona lama já, nákvæmlega Davíð, nei ég stend við orðin mín krakkin alveg skar hann á háls nei, sorry, já ég meinti þetta ekki væri samt svolítið þú sko og það er sko smá side story með þetta út af því Davíð, ég var að vinna með Davíð á einu tímabili og hann var komið nóg af vinnunni sinni alveg nóg og vorum á dekkjavegstæði og hann var með felgu og dekki virkaði ekki hann þrykti felgu í fundinu þvert yfir það hann var bara búinn eitthvað svona nýr gaur svo rétt að beygja sér niður þungt í stálstöng fleigði þér allt vestæði ég var alveg fór að Davíð bara tími til að hætta Davíð, ég ætla ekki að vera svona sem bara árið setna var ég bara gerði það nákvæmlega sama og þá var ég bara I quit smart call ég fikk nokkur kastinn þar maður Jesus Christ duckface það er eitthvað sem ég skil ekki hvernig stelpum fannst
eitthvað reyna að gera varirna stærri einhvern veginn eða eitthvað Núna þurfa þær ekki Nei, út af því að bara botox það er bara, nefnir ekki verið með duckface. This is my face, sir. Bara fast svona Búin að vera að láta ryksu sjúaði varirnar og láta sprautaði með ykkur eða whatever. Þetta lítur út eins og þessar konur lítur út eins og fáitar. Ég veit það Þetta er hræðilegt. Þetta er ekki flott. Nei, þetta var aldrei flott sko. Mér fannst þetta svo skrítið þegar selfies var að detta inn og það var alltaf duckface Segir þú Birkir alltaf með Blue Steel lookið og öllum selfie myndum hérna fyrir 10 ára síðan Það gerist náttúrulega Já, reyndar bara náttúrulega Excuse me sir, this is just my face Ok Oh my god Já Takk Já, Ég veist hvað, ég kem bara út úr þessu þætti sem bara góðu skapi fullt af hrósi gott Ég er bara ánægður Og svo var náttúrulega þetta Botox fenómen sem kom Alla kellingarna þurftu að fara í Botox maður Það er ennþá Botox en það er fyllingarnar sem er að hætta Já Út af því að allt í einu kom það í ljós að fyllingarnar bara leysast ekki upp eins og það er átt að gera Já Þess vegna er allar konur orðna svona blótið sem er búin að gera þetta í mörg ár Þetta er ekkert að fara Það kom í ljós að það var einhver í röntgenmynd einhver kona og þá er fyllingarnar búin svona síga þeins og Já, þetta er alltaf svo fáralegt að því að sko þetta, ég man ekki hvernig þetta byrjaði á einhverjum góðri ástæðu til að lækna eitthvað eða eitthvað svoleiðis en þetta er eiturefni Já. Það er bara bókstaflega in the name þetta er botulinum toxin eða eitthvað Botox Sjáum við bara Zac Efron í dag hann er bara, hvað kom fyrir? Hann datt á eldhúsborðið sitt var það ekki eða eitthvað Jú, og varirnar fylltust og kinnbeinin fylltust og Ennið á honum fylltist Já, nei maður veit ekki hann líka svona, veist, allir vöðarnir stækkuðu og veist, þetta er bara bara út á hann datt ég hef dottið andlitið Já Nokkru sinnum Já. Ekki breytist ég svona mikið bara ekki að smá Já Fóruð þið eitthvað tíman í hvað var það aftur fólk var að reyna að geta kanil eða eitthvað settu svona matskeið full af var það ekki kanil? Jú, kanil Pröfuðu þið þetta eitthvað tíman? Nei Þetta var líka eitthvað sem að Geta kanil? Nei, reyna að kyngja kanil svona full af matskeið af kanil og setja hann upp í sig af því hann er svo ógeðslega þurr og þú nærð ekki að Byrjaði smátt Byrjaði því að taka fulla matskeið af kakó þú veist bara Nesquik Já hann reyndi bara veist, Ég gerði það af sem krakki Já á tapar eins og morgumat sko Þröstur að reyna að kenna að kyngja ég reyna að kenna að kyngja Svona a big load og þaðan ferði yfir í matarkakó bökunarkakó minni og svo ferði yfir í kanilin Ok Þá getur ég farið að kyngja bara like a champ champ Já Oh my god En það var þetta sem ég fannst svo asnalegt og líka fullt af fólki að drekka mjólk með svona klósettpappirsfernu nei hólk segi ég Já, það er svona Já, þetta var fólk bara bókstaflega að kapna og drekja sjálfum sér Veitir hvað þetta tala um núna? Hverju misti ég af? Þá ertu með svona eldhúsrúlu Hólkin sem sagt Já og þú ætti að reyna að drekka úr skál með því Já En þú náttúrulega þarft að gera þetta svona því þú nærði einhver sogi eins og með rör skilur við Bjóði ég út í Noregi þegar þetta var eitthvað að gerast Þetta var líka bara eitthvað í korter skilur við 5 mínútur Sama með eitt í lokin áður en ég ætla að taka nokkra spurningar á okkur Það er að flosa og dabba Það er dab Fucking Fortnite Ég var alltaf alltaf þegar ég nærraði þá var ég alltaf að deppa í búðinni sko strákur mér var bara pappi og ég alltaf Það var vissum að fólk myndi leita á þig síðan var alltaf að benda á hinn og þessa vörur langar í svona seríu þarna og deppaði í áttina sko strákur mér alltaf hljópi burti skammaði sér svo mikið Já ég skil það bara vel en núna er ég takkið aftur með dóttur mína og ég alveg bara herðu, ertu að heyra þetta lag? Þórdís alltaf bara, ha? Og síðan byrja ég að flossa Þórdís bara hleypur í burtu maður Ég má ekki gera þetta þegar Þórun er sko Gerur það vel? Kantaflossa? Já, þú gerir svona Já, ég veit hvernig
ímynda mér þetta en ég er bara svo fucking taktlaus ég gæti aldrei gert þetta almennilega Ég er búin að reyna þetta, Já, mér tekst það ekki. nei, nákvæmlega ég þurfti að gera þetta mjög hægt sko Slow-mo Já, You're doing it wrong ég get þetta Þú ert svona hérna svona stereotýpa white man can't Já, dance algjörlega Birkir dansa hérna, allar að dansa fyrir okkur eftir. Já, Nei, ég er búinn að dansa Já, ok. Ég er búinn að dansa Ok, Dansi, veist, ég er búinn að sitja að dansa skóna heilina ok Dansinu með lokið. Já. og G-strengin og allt þetta Last dance já. Heyrðist í trösti Ekki gerst engin Herði, ég ætla að taka ykkur hérna í hvort viltu frekar svona í lokin Hitt. Já, í alvöru áður en ég segi eitthvað er alveg við Ég meina að þú spurði hvort vildi frekað og það er hitt. ok Eða það. and scene þetta er bara búið Herði, ok, hvort myndir frekar alltaf vera með njálg eða alltaf vera með ljús Ói. lús held ég en sko, út af því að veist, þetta bæði fjölga sér Já, og þú fólk mun sjá og þú ert með sko hérna, svona lúsin kemur svona niður á ennið og það sér ég það bara vil ekki opna nærbúrsuna mínar og það eru ormar í nærbúrsunum með Nei, eitthvað þú getur náttúrulega rakað þér allt hárið. Já, ég nefnilega get snóða mig Já. Ég lús. en, Já. Njálgurinn býr inn í þér, sko. Já. en lúsin væri bara að bíða eftir að hárið myndi vaksa hún myndi aldrei fara þetta er spurningin ógæslega sko. Það er ógeðslega spurning. Algjörlega, Næsta spurning. bara njálkurinn einhvern veginn er bara svo, þú veist, einmitt eins og Þröstur segir það er inn í þér, skilur við og bara, Kíkir út á nóttinni. og líka sko, veist, nákvæmlega þú ert í brúðkaupi bara veist, í kirkjunni og þér þarf að klæja annarkvort í raskatið já, eða virkilega mikið í hárið einmitt er það lúsin? Já, Já, frekar. Herði, ok, súkkulaði sem smakkast eins og kúkur eða kúkur sem smakkast eins og súkkulaði Situr bara heima hjá þér og bara finnur upp á einhverju svona. Já. satt á klósettinu einhvern daginn borðandi súkkulaði Welcome in my mind Þetta er ástæðan okkur ég og konan keyrum ekki saman í bíl á mótnana Akkurat, já. í vinnuna hún bara, við þurfum að kaupa annan bíl Já, Herru, næsta spurning. Jesus Christ. hvort myndir þú frekar súkkulaði sem er bara alveg eins og bara svona niðurgangskúkur sko. þetta Svo er súkkulaði, Já. hráefnið og allt saman hann smakkast smakkast eins og kúkur Já. en kúkurinn smakkast eins og súkkulaðin er actually kúkur En veit ég hvernig súkkulaði smakkast? Áður en ég smakka þetta súkkulaði. Þú er já, bara, þú verður að velja þú fær bara hérna svona, tvent, svona hvort myndir þú? Davíð ég held ég myndi taka súkkulaði sem bragðast frá kúkur ég bara, þú veist að því að bragðið er bara í smá stund en svo er þetta bara komið inn í líkamann minn og ég þarf að melta það og skila því aftur aftertaste já, og þú veist, já, ekki rópa Já. líka Þetta eins ógeðslegt að þetta er. já en það er einhvern veginn bara, þú veist, úr hverjum er kúkur? ha, Úr hverjum er kúkurinn? mér Úr þér? já Nú, Ok, það er ég allt gæti annað. endurhugsað svo. Nei, áfram. Nei, já. taste like roses Tastes like chocolate. Herri, og ein já, býtu, tværi viðbátt heyrnalaus eða blindur Blindur. Heyrnalaus okkur er blindur Út af því ég vil geta hlusta á tónlist. Ég get hort á sjónvarpið með subtitles ég er Sem að báðum mér áttum finnst. sko. ég vil bæði Ég get spilað tölvuleiki Ég get lesið þú veist, já, ég get hort á bíómyndir og þætti ég get keyrt síða bönnin, já, já. hortaklám Þetta, you sealed the deal sko. með þröstin alveg svona bara hlusta á klám Já, einmitt. Og minn ég er að horfa á það með hljóð í botni af því Já. ég heyr ekki neitt alltaf fá mig Birgir nennir að lýsa þessu Oj. Það er alltaf hægt að bregða Davíð þá. Já, Hann heyrir aldrei í þér. já, nákvæmlega, ég vil alltaf að lýsa herðu, einu lokin
sem erfið þið verða að hugsa Erfiðari heldur en lús og mjólkur Hvort myndið þið sofa hjá Megan Fox í Transformers þegar með hútið og svona hún með tippi What? eða Hulk Hogan með pjölu Megan Fox en þið þurfið náttúrulega Megan Fox þið þurfið að sjúga tippið líka og svona What? Já, þið eru að sofa hjá Þetta sagði það ekki á það Ég myndi alveg full service sko Það var, sko Hún var alveg bara, suck my dick, þú leik, ok Já, en ég væri bara á, þú veist Júlunum Já, nei, sko, Má hvað, ég held að þetta var erfitt fyrir ykkur, sko Nei Vitið þið hver Hulk Hogan Já Með pjölu, það kona 70-gaurinn Nei, það kona Já, hann þá ekki með brjóst og ekki neitt hann bara með handlebar hvíta skeggið sitt Yfir að skeggið og klútinn á hausnum sköllóttur Þetta var sko Gargandi, yeah brother Allan tíman Yeah brother Make me feel it Lick my pussy Nei, ég hef séð Karlsmann Ég hef séð Yes sir Nokkuð massaðan Karlmann með píku og það er bara gerir ekkert fyrir mig sko En tippið Hvað heit, Buck Angel eða eitthvað Munið eftir honum Buck? Nei Hvað klammynd ertu að horfa á? Þetta er, nei, nefnilega Ég á einn vin Er þetta bara ásbrúni eða? Nei, þetta er fyrir mörgum árum Varst að reyna að googla chicks with dicks og fækstu þetta? Já, ég fæk akkurat auðvögt sko. Nei, ég á einn vin There's no chicks with dicks Only men's with boobs Já, akkurat Nei, ég á einn vin sem er ógeðslega fucking twisted Og fyrir mörgum árum síðan þá komst hann einhvern veginn á Facebooki mitt og addaði fullt af eitthvað svona Buck Angel fan síðum og þetta var víst eitthvað klámyndarleikari sem er bara muscular gaur, allur tattúveraður snóðaður minni mig og allt saman nema með píku nice. Og hann var að adda mér á fullt af eitthvað svona Buck Angel fansites og eitthvað og alltaf að senda mér eitthvað vídeo á honum og eitthvað svona Þú varst alltaf alveg reyna að koma þér í gýrin og bara, nei, veist hvað þetta er ekki fyrir mig Nei Núna eftir 27 tilraunir þá held ég að það sé Okay On that note Takk fyrir komin Takk fyrir mig